5, 4, 3, 2, 1. Og góða kvöldið kæru gestir, verið velkomin í Almennabikarinn Season 2 umferð 6. Í kvöld er æsispennandi leikur en liðin sem er að keppast sem fáum að fylgjast með í kvöld eru Atgerar vs Böðlar. Bæði gríðarlega sterk lið og eru búin að vera að standa sig ágætlega í keppninni hingað til. Böðlar reynda með 1 loss og Atgerar með 1 eða 2 ef ég mann rétt, en í kvöld munu kastarinn ykkur í kvöld fyrir þannig leik verða ég, Þorsteinn Jón Torlacius a.k.a. Steinrus, og með mér er engin önnur en Ég er Guri Almarsdóttir eða Wifi. Og fyrsta map í umferð 6 er Nepal og við ætlum bara að fara að hendast beint í það. Bæði liðin klár, taka stöðuna svona og við erum þá komin í fyrsta mappið. Þá erum við sko klár, afsækið þetta. Streamed ekki var aðeins að rugla manni. En já, við skulum fara hérna eldsnögt yfir liðin enn og aftur. En Guri, þú tekur kannski bara Atgerinn eldsnögt? Já. Avera Dív, Gera Ræn, Grisseran Krí, Aron og Hansó, Snors á Bapp og Ottes er á Lucio. Og yfir í Böðlum þá erum við með Stíl og Rísu, El Maestro á Sigma, Snorlax á Symmetra, Dortingull á Mikri, Númling á Bapp og Fútark á Lucio. Ég verður að sjá þetta rótið. Sjáum hérna mjög fínt rótið hjá Atgerum en Böðlar láta ekki sjást á sér og halda sinni stöðu. Grisseran offengur á. Hann fólaður af Stíl en hann hlýði þetta af. Og Atgerar taka fyrsta punkt, bæði liðin eru bara pínuð svona að bróla, ekki mikið að gerast, bara svona að builda úlpíðin sinn og halda sinni stöðum. Bæði að spila frekar respektfully, ekki að vera að chargea neitt inn í sikkur liði. En við sjáum hérna teleporter hjá Böðlum en ekki mikið gert með það og Window kemur út hjá Atgerum, hjá Snorts. Fútark nær Krissa, frekar gott pick en Aron er fljótur að svara með picki á Dortingull. En Atgerar er að falla hægtur og róla á meðan Böðlar er að gera sig hægtur róla inn á punkt og rungi fellur og af með sem Mac. El Maestro er búpar af mappinu af Ottes og Snorlax með 2 pikka á Aron og Snors og Ottes í leiðinni og Atgerar Böðlar taka punktinn. Sjá meina Atgerar bara rígrúpa sig, er ekkert að drífa sig neitt og mikið. Hann veggur frá Snorlax. Sjá meina El Maestro er hrikalega rock á runga. Hann nær hann út á mappinu
Og Avi tekur hérna tactical reset. Hendur sér út á mappinu í liðinni. Atgerar eru gríðarlega sterkir, eru að taka hérna double shield meta. Og sem meta er teleport. Sem hérna Drakon frá Aroni. Gerir mikinn skaða og nær að dreifa svolítið úr atgerum. Og sjáum hérna Gravita Flux. Það kom það með hænunum frá Dorningur en bara var tekin. Þannig að koma hérna tankið á atgerum. Nei, atgerum ná punktinu. Ottes nær 2, bæði Snorlax og Elmaistró. Hænunum frá Krissa. Nær engum, svo kallar svona zoning ulti. Snors nær Búrtark. Atgerar eru að koma hratt tilbaka og er að ná punktinu tilbaka. Sjáum hérna bæði liðin bara pína stabilize og Atgerar eru að koma sér 6 saman til að fara inn og nota hérna speed boost til að vera fljótur inn. Ég er samt ekki að drífa sér neitt of mikið, taka hérna teleport. Engi tekur hann, Atgerar fljótir að díla við hann og taka hann út. Sjáum hérna glugga frá Snors og Atgerum. Tíopán frá Avi, nær hann einhverjum, nær engum. Hann tekur út Snorlax. Drakon frá Aroni. Það er mest fyrir að hleypa bara gegnum hann. Það er að taka smá space. En tekin af Aroni. Gott headshot hana. Atgerar eru komnir í 99% og náttúrulega eru böðlar að reyna að ná punktinu en er að eiga svolítið vandræðum við það og Elmaistró fellur og Ottes með annað púp á stýr en Dorningur með hænun og nær Snors. Þetta er stór veggur frá Snorlax. Gefið þeim rosalega mikið pláss til þess að vinna með. Algjörlega. Já, við sáum það hana. Fútak með double kill. Bæði meina taka Ottes og runga og Dorningur og Snorlax taka hérna clean up crew og taka út restina af atgerum. En atgerar eru komnir í 99% þannig þeir eru ekki alveg rosalega stressaðir en Eru reyndar ekki með neinn öll til þess að aðdaklátar. voru liðin með ultís. Já. Sjáum hvort að Fútak ná í hérna 1 eða 2 búpum. Nær runga! Sjáum Shattir hjá Elmaistró og nær samt engum. Avi nær nú. Já, ok. Og atgerar gleyma að ná ekki að snerta og það og taka böðlar fyrsta mappið. Score 0-1. Ready for battle. En núna er það village mappið. Sjáum að bæði liðin eru með symmetru. Það er eiginlega symmetru mappið, sko. Hérna er Avi á Dífu, Rungi á Ræn, Krissi skipti yfir í symmetru, Aron skipti yfir í Mei, Snors ennþá á Bapp og Ottes ennþá á Lucio. Og yfir í böðlum þá sjáum við Stíl og Rísunni, Legendary og Rísan, Elmaistró á Ræn, Snorlax á Symmetra, Dorningur á Mei, Númling á Bapp og Fútak á Lucio. Bæði með TP á punkt. Hvernig hverju fá fyrir picks og það að fá fyrir punktin. Bæði liðin bara svolítið að brawla, er að reyna að vinna niður skjöldin hjá sig ykkur í liðinu en Elmaistró nær Krissa og atgerar ekki með neina mössi þannig þeir eru keppa núna 5-6 og sjáum hann að teleporta inn á punkt. Þetta er bara volaður inn á punktinum. Sjáum hann að Stíl með 2 pick og böðlar vinna þetta fight nokkuð öruglega og eru bara núna að clean up áður en geta byrjað að taka punktinn og fá hérna fyrstu prósentunar.
bæði linnir á Nits er teleportin freka mikið. Atger að taka high ground, það dettur samt niður og á low groundinu. Þú spyrir hvort að það sé eitthvað advantage á því, en sjáum að bæði liðin að brála mjög mikið. Rungi að koma með shattur og hendir í risastórt shattir. En Böðlar fljótur að svara með bæði Immortality Field og Window. Sjáum að bæði liðin að missa leikmenn, en Atger að henda líka í Window til þess að reyna að jafna stöðuna þess, en eru samt núna að keppa 3-4 og Avi ekki eins og í Mac og Aron fellur og það fella bara allir og Böðlar halda punktinum. Rosalega stórt chattir hjá Runga, en því miður þá er Bapp með hlut sem heitir Immortality Field og lokar það alveg á öll kills. Atgerar er að gera sér klárið það að fara inn með engin ultis, en Böðlar eru með Blizzard, Beat og Bongo Drum og sjá minna Beat hjá Atgerum. Ekki mikið að gera samt, en þeir ná samt þremur, en við sjáum hérna Blizzard hjá Böðlum. Og fótumbarjör hjá Krissa. Það er bara stíl sem er eftir, og hendur í Bongo! Svolítið 1-6 Bongo. questionable ulti, þar sem hann var bara einn eftir, en kannski hélt hann að gæti sigra heiminn, en það er bara ekki alveg eins og það er, sko. Stíla móti heiminum, sko. Stíl 1v6 plus Bongo. Sjá mér að spynja hvort að Böðlar ætli bara að taka punktum strax aftur eða reyna að fæta eins. Setja upp teleporter á high ground. Spynja hvað þeir gera nú, hvað gera bændur, droppa niður, hendi í Window líka. Atger er fljótur að svara með Window að sínu eigintægi. Sjáum hérna Blizzard líka hjá Atger, hún er að frísa báða tankana, en það er ekki mikið að gerast. Avi tekur samt út Snorlax, El Maestro og Dordingull. Þetta Krissi með El Maestro pickið, en Því hérna bara Hekkingapikken. Avi er náttúrulega alveg bara rosalega high charge, þannig að það er rosalega létt fyrir hann að bíma niður böðlana. Við sjáum hérna í böðlum, þá er Snorlax með fótumbarjör, en Avi er með graf á móti og stutt í fótumbarjör hjá Krissa í Atgerum. Finnum hvort að Avi reynir að koma sér í bakið og hendi eitt stórt graf. Atger að teleporta bak við það og nota fótumbarjör, en Avi hendir út grafinu. Snorlax tekur út Krissa. Hún er að lenda í smá erðuleikum, en sjáum hérna huge wall ná að blokka af El Maestro og Steel. Og að Böðlar ná punktinum og eru þá byrjað að tæla upp í 10%. Sjáum hérna Shatter hjá El Maestro, nær Ottes, en drepa hann ekki. Beat kemur frá Ottes. Nær Ottes að stóra punktinn nálengi. Óttu vöggu til þess að blokka hann gætt. Og Böðlar taka fyrsta punkt. Ottast með play of the game. Er þetta pinn eða? Ég held að. Það er klárlega búinn. Já. Opnað. Það er þá 1-0 fyrir Böðlum. Sem gríðarlega vel spila hjá Böðlum, þóttir hafi tapað nokkrum tímafætt og letir þeir það samt ekkert á sig bera og komum bara sterkari tilbaka. Atger er að spyrja hérna hvaða map típa og
Elmaster og segir bara tökum bara annað King of the Hill, hvernig væri það að taka bara heilan almenna byggar og hafa nota bara Kothmap eða Control Slap 2CP. Það var með svo smá umtal í communitynu að gera petition að sleppa 2CP alveg. Já, litilega sko. En já, við erum bara að taka stöðuna á liðunum. Ég er ennþá að velja mapp, aðgerða að fá að velja mappið núna. Það er spurning hvort að þeir velja mapp sér í hag eða velja mapp sér í óhag, en þeir velja Hollywood. Og allir við erum öll klár, þá bara hendast í næstu mapp, en má bið, en þarna kom það. Bara að vera þólmað. Initiating match. Og böðlar ákveða að byrja í attack. Mér finnst persónulega miklu skemmtilega að byrja á attack heldur en í defend. Núrunni. Já, það er svo ömulegt að byrja á defend. En þá sérðu hvert þú þarft að tekka síðan. Það er þessi ekki, maður full holda bara, easy. Já. Ok. Ég meina atkerar, það eru Avi á Dífu, Rungi á Ræn, Krissi á McCree, Aron á May, Snors á Bapp og Ottes á Lucio. Bara það sama aðan. Og yfir í böðlan sjáum við Stíl vera að skipta inn á milli Monkey og Ræn, en ákveður að fara á Monkey og Elmeister yfir Sarius, Snorlax yfir á Vitt og Dortingull yfir á McCree. Nei, Snorlax skiptir yfir á Symmetru, Númling á Önu og Fútark á Sen. Það fara hérna double teleporter high damage. Nano Monkey go brrrr. Bara chaos, sem sagt. Það er bara að beinta high ground yfir í böðlum, það er svona fín áhugavert. Nú, Fútark næstu tekinn út. Snorlax skiptir yfir á Tracer samt. Já, hann er bara rosalega óákveðin. Snerti punktinn, ég hef eitthvað að trufla á hana. Og Stíl hoppar upp, fær gúblu frá Elmaestro og er að byggja upp smá tjart fyrir hann. Og er bara að bíma það aðeins niður, aðeins að kýtla á. Það er stórt anti hjá hann núna. Krissi nær Snorlax, þannig að aðgerðar eru einu manni yfir, en eru samt að falla hægt og róla, en Stíl fellur líka. Ég er nokkuð jafnir að spurning hvort Böðlar ætla að búa svein. Það hafi Afi með nægt 2K. samt. Snorlax líka samt. Það er mikið Afi er einn eftir að punkta sem BBD og ekki mikið sem getur gert, en hann er komið hérna með map. Finnum hvort að Snorlax er inn að kýtla hann aðeins. Sturtumekkaðir. Ekki mikið sem hann getur gert 2v1 á móti Sari og Tracer og er alveg bara bímaður niður úr mæknum sínum. En aðgerðar er alltaf snert að henda í Window, en Dortingall tekur út Snors eða bara strax og hann notar Window. Og böðlar ná fyrsta punkt og ætla að byrja að pusha þessu payloadi. Payloadi sem getur talað. Alltaf eitthvað að væla. Íla elda Afi hérna á hægrandinu. Þeir eru klárlega að taka mjög mikið space hérna og ætla ekki að leifa atgerðum að setja sig upp neitt. Alveg Snorlax bara á heilótinu. Æfingin. Þeir gera rosalega mikið damage og eru algjörlega að taka kontról yfir mappinu. Þú þarf hvað hana með 2K. Fútark? Ég meina Gotark? Já, það. Nú sjáum við hérna, böðlar eru með 6 ultis á móti atgerðum bara með 2. Það er spurning hvaða ult kombos þeir vilja nota, kannski byrja á Nano Monkey. Já, henda bara í Nano Monkey og huge nade.
ekki mikið sem að Atgerður getur gert. Hendur hann Primal stutt eftir en Snorlax tekur út hann Aron. Steel er að slappa þennan og bara komin inn í Atgerðuna. Ég er samt low að þarf að bakka en Snorlax með 2k. Við báða supportana. Risastóra bombu. Ekkert healing fyrir Atgerða. Og bara Avi eftir til þess að kontesta en getur ekki mikið gert. 1 á móti 6 eða 5. Það er ekki stíl með bongo, sko. Drungi slípaður með því Chargy. Síðan tekin af vel Maestro. Maestro er rosalega Chargyaður. Það er bara skipið að horfa á þetta. Böðlar að fara eitthvað inn á high groundi, það er spurning hvað gameplanið þeirra er. Kannski ætla að rusha í bakið þeim. En núna eru Atgerður með rosalega mikið af ultium. Sem er hænún frá Krissa en hér er ekki mikið og Rungi fellur frekar hratt. Ég meina graf frá böðlum og taka út 2 en Aron svarar með pikki á númling en fellur frekar fljótt eftir það. En það komið að seinustu metrónum. Sjáum hérna bít frá Atgerðum en Steel er að halda Snors inn í spánu og hann getur ekki nota window. Það er Dragon frá Aron til það. Snorlax með 2k á Runga og Krissa. Og sjáum hérna Nano og Maestro. Þesta. En þeir falla og Böðlar ná grandinu alveg. Voru ekki með 3 mínútur og 28 sekundur eftir á tímabókunum? Jú, svona 3:30. Jú, nákvæmlega. Initiating match. Kemst ekki yfir þetta þakk. Erfitt að vera spekk. Já, þetta er erfitt, sko. Við og streymin erum bara að skoða hótelið og barinn og Kósi á ykkur. hotel and billiards. Það er nú samt ekki mikið að biljard borðum hérna. Á Bara þessu bæta hóteli. Ringjum með Jeff. Hvar eru biljardborðin? What the hell? Heyrðu, Afi skiptir yfir í Saríuna. Ungi á Reyn, Krissi á Mikri, Hanso, Snors á Bapp og Otti Salusjó. Og yfir í böðlum þá virðist þér bara að vera að taka rosalega svip á komp. Bara Monkey, Saria, Tracer, McCree, Anna og Bútark á seninu. Og Húþork bara. Og Bútark, gott. Gott. Sjá, við erum off to the races, byrjuð á round 2. Sjáum hvað Atgerður að gera, hérna til að svara fyrir þetta 3-pointa. Það ætla að taka hérna insane rotate sem tóku á móti, ég man ekki á móti hvernig tókum, seilum með höfðingjum. Hreðjum, við tókum móti hreðjum. Það var rosalega upplugt rotate. Já, það var hérna. Það er svo nær Húþork. Já, Rungi nær Stíl og Krissi nær Dortmungull. Aron nær Númling. Bara 2 eftir. Nei, það var bara 1 eftir. Atgerður að taka fyrsta punkt. Nokkuð auðvitað með frábært rotation. Þetta er alveg einstaklega upplutt að taka þetta rotation og taka hana high groundið sem við finnum á móti þeirra high groundi. Algjörlega. Munið hvað Atgerður að gera, þeir eru ekki alveg jafn mikið að taka space eins og böðlarnir voru að gera en eru samt að fara flush út high groundinu.
Við sjáum hérna Steel poppar Primal. Alex er í baknaðin, það nær hann Maroni. Með hænum frá Krissa, nær engum. Krissi nær Snorlax. En þeir ætla að greina ekki að pusha kartuna, ætla frekar að taka heigrandi. Það er aðeins að glemma sér, en sem hérna Nanomonkey og Atger að svara með glugga. Fór ekki alveg eins og planað hjá þeim að taka hana vindu á heigrandinu því að Böðlar fengur bara 3 pikk eða bara strax í byrjun. Og það voru supportandir sem aður. Karriarnir, númling og bútar. Já, nákvæmlega. Iconic duo. Snorlax er enda í bakinu, Steel hoppar á Atgera. Það finnir að bakka. Sem hérna Dragon frá Arun, nær Steel. Við fengum líka Graf frá El Maestro en það skilaði sér ekki miklu. Og það er bara númling eftir á highgroundinu og Snorlax í bankinu. Maðurinn ætti náttúrulega bara að vera DPS út að hann er að pikka út Atger eins og ekkert séð sko. Hann á heigrandi. Það reyndi að droppa út að Krissa. Nú er tekin út af Avi. Jæja. Avi beamar hann niður. Trans frá fútar. Það er að stala punktina þess meira. Stórt sjötti frá Runga. Nær honum El Maestro. Sem hérna annað Primal race frá Steel, hann er með þessi Primals á færibandi. Krissi nær honum samt. Hænún. Það er 2 picks. Og Snors nær síðan númling í endan. Og eru núna ákveð að taka space eftir að ná punkt nr. 2. Já, halló, ég ætlaði að segja að hann að Arm skipti yfir í Tracer by the way. Já. Við sjá hérna 2 gríðarlega góð ulti sjá Atgerjum, bæði Window og svo Graf. Það spurning hvort þeir reyna að nýta sér Graf Window. Í bakinu á þeim. Sjáum hérna Graf, kemur Window, þannig kemur Window inn. Og eru bara að beama það niður, en Steel fær Nano, hann gerir ekki mikið. En við sjáum hérna líka Pulsebomb hjá Snorlax. Hún er á kartinu og slípa Runga. Næra stóla smá, en ég tekin að Krissa. Mjög litla amman, einn eftir. Já. Mútið stórum Reinhardt með stóran skjöld, stóran hamar. Spurning hvort þeir ná á svipum tíma eða hvort vel að ná að klála þetta. Þorleikart með pikk á Avi. Sjáum hérna Slam frá Runga. Steel skiptir yfir hjá Ræn. Það er eitthvað smá síðan. Böðla ná að stabilisa og taka aftur kontrólu og ná að vinna svolítið mikinn tíma núna og þetta Atger að þurfa að rígrúpa, þurfa að ríspána. En sjáum við C9! Aran C9-ar! Hjú! Litla C9-ir! Sælir! Pínu vandræðilegt fyrir böðlana. Pínu vandræðilegt. Þannig að böðlar eru bara með 26 sekundir meira heldur en Atgerar. Í tímabankunum. Getum við ekki bara að byrja að kalla þetta gleðibankan? Þú mátt alveg gera það sko. Geti ekki lægi gleðibankin? Jú, það ekki. Syngja lítið latanat. Nú komdu með það. Í staðan fyrir highlight intros þá tekur Steini bara lagið. En böðlar byrja á því að defenda þess að þeir endur með meiri tíma. Já, ég skal taka. Það er bara sama kompi hjá Atgerum. Það er Avi á Sarju, Rungi á Ræn, Krissa með Krí, Aran á Hansó, Snors á Backbot, þetta var Lucio. Bottas? Já. Nei, Bottas. Ja, það er sem sagt emote í chatinu hjá Ottes fyrir það sem vita ekki sem heitir Bottas.
En sjáum að mér sýnist Böðlar bara ætla að fullholda á þessu hægrandi með double shield as já, með Orisu, Sigma as með Kree, Bap og Sen með gríðarlega mikið damage en Atgeir ætla bara að negla beint á punkt en Snorlax með huge bomb á Avi og Snors og ekki mikið sem Atgeir geta gert í þessu en Krissi með pika númling fór hana upp á hægrandi til þeirra og sýndi þeim 2 heimuna. Snorlax alveg með pikkin bara. Það er ekki mikið sem þeir geta gert ef þeir missa 2 leikmenn svona strax í byrjun. Ekki nema Krissa hefði verið fljótur að svara með kannski 2 til 3 pikum á móti. En sjáum hérna, iconic hitscan player Snorlax á Ashinni. Núning komin aftur. Og ætla að taka sama rotate. En þetta bara of mikið damage fyrir Atgeir að höndla. En Síli samt í svolítið vondi positiona, þannig að einn og yfirgefinn. Navi missir back og Snorlax tekur út Krissa og það bara Rungi og Otis og Snors eftir í pushinu. Það bara rotate bara back. Þeir eiga 30 sekundur eftir, gríðarlega stórt stakkar á Runga og Snors. Og það eru 25 sekundur eftir í gleðibankanum hjá Atgeirum. Aron nær Snorlax samt. Það er spurning hvort þeir ná ekki að pusha inn á þess að Verða að vera fljótir þá, það er spurning hvort að Otis hefði átt að taxa bæði Snors og Runga. Já, hann að taxa Snors. Það er vind og frá henni núming. Sem hérna Flux hjá El Maestro, Bongo og Steel og vindur hjá Snors. Huge shattir á El Maestro. Jú, það vil að snetta. Fudark ætlar að halda liðinu sína lífi með Dragon frá Aroni. með trans. Það var nokkuð mjög En böðlarnir virðast ætla full hold þessu. Ég ætla ekki að gefa neitt tipp. Og fúttaknaði honum síðan. Það er bara ekki nóg. Nóg. Það var bara full hold. Ég hef trú á að gera. Það er full hold hjá böðlum. Spurning hvort að Atgeirar ætli að full holda á móti og þá endur þetta í draw og þá heldur staðan sér í 1-0 fyrir böðlunum. Ég ætti alveg að fríka út yfir C9-inu núna. Já, spurning hvað að gera. Þeir þeir henda í double shield. Það er Avi á Rísu, Rungi á Sigma, Krissi á Junk, Aron á Torbjörn, Snors á Bap og Otis á Lucio. Og yfir í böðlum ætlaði bara að taka mjög svipað double bubble comp eins og við varum að taka fyrr með Symmetra teleportunum. Þetta er bara mjög svipað, bara Steel á Monkey, El Maestro á Sarius, Snorlax á Symmetru, Dortingöll á Kree, Númling á Ana og Fudark á Sen, Gotark. En við skulum sjá hvað böðlar bjóða upp á, hvað er leyni tricksið þeirra up their sleeve, hvað er ace up their sleeve. En þannig að teleport á high groundið aftur. Spurning hvort að sé til þess að reyna taka sem minnst damage þegar þeir að krossa tjókið. Ákveðin strategía hjá þeim. En Snorlax skiptir yfir á Echo. En er samt ekki með neitt mercy pocket. Gæti verið svolítið hættulegt. En þeir eru náttúrulega ekki með neitt hitscan yfir í Atgeirum til þess að díla við. Törrutið. Það er alveg nóg. Fudark tekur út Krissa en Avi svarar með Steel-pickinu á Monkey. Otis í vondum málum á móti Dortingull og fellur. Böðlar verða svolítið fljótir inn en böðlarnir virðast vera hægt og rólega að vinna sér gegnum vörnina hjá Atgeirum. Falla einn á eftir öðrum og er það bara Aron eftir til þess að toucha og nær því ekki og böðlar taka map nr. 2 fyrir mann að sjá
Play of the game. Curry, ef þú væri svo væn að lýsa þið svolítið fyrir okkur. The game, þetta stórningull með þetta. Hann fyrir að þeir næra að stanna bæði Nors og 8S. Nei, samt ekki 8S. Nei. Já. Og það þá 2-0 fyrir böðrum. Því. Gríðarlega vel spilað, en þetta voru samt mjög flott rotations hjá atgerjum. Það voru stansið gríðarlega vel, en það var flott sko. En eftir tapið hjá böðlum á móti tröllum, þá ætla þeir ekki að tapa aftur og hafa verið að æfa svolítið stíft, verið að skrimma mikið, en við ætlum bara að hoppa beint í næsta mapp og það er Hanamura. Ó, nei, ok, við ætlum ekki beint í næsta mapp, við ætlum aðeins að bíða og þetta var kannski aðeins og hratt fljótir á sér. Ekki fólk annars múið að opna páskaeggi sitt og að mönsa því á meðan það að horfa leikinn eða poppa kannski? Myndi nú vona að páskarnir voru síðust helgi. Bara að bíða með það. Já, meni ég ennþá að borða mitt og næstu heilt páskaeggin í skáp sko. Já, ráðum það. Herru, já, actually við ætlum að taka smá píbreak og við ætlum að sýna eitt glænýtt highlight-vídeó sem hann, ef ég mann rétt, Blitzett gerði. Gríðarlega flott myndband. Og við sjáum okkur aftur eftir highlight myndbandið. Gjörðu svo vel. Já, verið velkomin aftur
í almenna byggarinn. Við erum að fylgjast hérna með atgerðum á móti Böðlum, 2-0 fyrir Böðlum og atgerðar velja Hanamura sem mapp nr. 2 Af öllum möppum. af öllum möppum. En já, við ætlum bara að tjekka hvort að liðin séu ekki klár í næsta mapp og taka stöðuna aðeins. Gríðarlega vel spila hjá Böðlum, klárlega að sýna að þeir eru hérna til þess að vinna. Ætla ekki að gefa neitt eftir. Annar lið er orðið klárt. En já, Hanamura er akkurat mappið, eða var það ekki loka mappi í season 1 á milli atgerðum og Böðlum? Ég man ekki svona mikið aftur í tíman. Mér minni það allavega. En já, páskaegg. Afi með stórt statement hérna. Döðlur eru sick á pítsu. Hvað finnst þér? Jæks. En já, við ætlum að hoppa hérna í næsta mapp nr. 3. Annarkvort munu Böðlar labba heim með sigur eða atgerðar munu koma sér aftur upp á strik. Hanamura. Tökum hérna einn góðan, gamlan góða brandara fyrir hann, Já. Sigfinn í Silfur. Þú hefur heyrt Hanamura, en hefur einhvern tíma séð hænu smíða? Ready for battle. Heyrðu, mér lístu vel að gera hérna. Það er Afi á Dífu, Rúnki á Monkey, eða Munsan. Það er Krissi á Föru, Aron á McCree, Snors á Önnu. Byrju, sagði ég Anna áðan? Ég líti að vera að hugsa. Ok, Snors er á Önnu og Ottes er á Mercy. Pharmacy going. Og yfir í Böðlum þá sjáum við Stíl á Orísinu, hestinum, El Maestro á Sarjunni, Snorlax á Doomfist. Nei, þenga. Nei, ok, hann fór yfir sem eftir Dörðigull yfir á McCree, Númling á Ana og Fútark á Bappinum. Attackers incoming. Áhugavert komp, ég veit ekki alveg hvað skal kalla það. Nei, El Maestro skiptir yfir í Reinhardt. Þau ætla að taka hana teleporter startið, teleporter beint á punkt. Nei, ætla ekki beint á punkt, ætla að hægra meginn við steinin í bakkinu og ætla að fara beint á Snors. Snors er í miklu vesinni. Þar koma sér í burtu, en nær því ekki og þeir ná Snors. Gríðarlega hratt rotation hjá Böðlum. Núna eru atgerðir í vondum málum, ekki með neitt flex heal, ekki með mikið heal alveg hana, bara með 8 á Mercyinni. Þeir eru samt að ná að halda sér lengi á lífi með að við þeir misti unna frekar fljótlega. Það er frekar snemma en Aron fellur samt. Krissi á Förunni, hann er tekinn út af Fútark. Afi 2K á El Maestro og Númling. Bæði meila í dags. Ó, hann er með boosters, þetta er ekkert mappinu og áttast nær resinu á Krissa. Það er eitthvað huge. Og það er window frá Fútark. Krissi tekur hann samt út. Spurning hvort að atgerðar ná að stabilisa, það er í smá vesinni en eru samt hægt að róla að koma sér upp á strik en kannski ekki, kannski er það bara líði hjá mér. Og Böðlar taka punkt nr. 1. Defense point. Objective B. Það var rosalegt rotation frá Böðlum hana. Já, það var eða bara svolítið klikkað. Teleporta beint yfir á önuna, bara að rusha hana niður, gaf henni engan séns. Voru svo hægt að róla að vinna úr greiðunni sem atgerðar svo voru búin að koma sér í. Algjörlega. Já, menna, fótumbarriðar hjá Snorlax bara frekar snemma, spurning hvaða rotation það ætla að taka. Ætla að teleporta henni á highground ofan á húsið. Ok. Nú erum ekki hendur í Primal, við erum að slappa atgerða. Huge bara hjá Krissa, nær Fútark og Dörðigull en Afi nær Snorlax með Divabomb. Sér Stíl, hann er hann hann er ná yfirgefinn eins og alltaf. Hesturinn. Hann er samt að berjast fyrir lífin sinu í staðinn fyrir að resetta bara strax. Hann er ennþá að berjast. Þetta er stagger, hann er með bongo. Já. Og þarna fellur hann. Ég var að vonast til að mynda við hendaði bongo áttir.
Er og Rísa ekki með hesta emote, eða þú veist, hesta voice line? Ég veit ekki með voiceline. Ég veit að hún er með eitthvað svona hlaup emote. Það er svona neggjar. Hvað? Spurning. Neggjar hestar? Já, þeir gera það, Steini. En við sjáum hérna Snorlax skiptir yfir á Viddu og ætlar að klikka nokkra hausa. Er Hector úrlega að koma sér inn? Það fylgjast með. Sjáum hérna Krissi spottar hann og af... litla pikkið. Oh my god. Er samt bara á hærunum á honum. Er hann eldan? Já, tekur út Snorlax. Otis ressar Krissa. Sjáum hérna Nano Monkey á runga, hann er samt andit, hann er í smá á essinni. Droppa niður í 100 HP. Já, Krissi með 2k á Almestro og Númling. Þú takk nær honum samt. En Atgerar taka þetta samt. Það gera mér mjög fínt í fens þótt að það missi 1 og 1. Snorlax með pikk á Aron. Jú. Heyrðu, sjá hann stíl. Líka Snors. Stíl er bara að róta þetta bútinn. Áttis hættulegt röss sem var í cover. Sem hann hænun hjá Aroni. Nær engum, þeir Nano á hestin. Og sjáum hérna Primal frá runga til þess að reyna að íta atgerum aðeins í burtu, reyna að dispersa það aðeins. En Stíl er bara á punktum að kappa, nær að tikja, nær inn tikki. Aron skiptir líka yfir á Viddu. Atgerar eru að falla svolítið hratt og Stíl er bara ennþá á punktinum að kappa. Spurning hvort sé nokkuð að gleyma sér í atgerum. Þetta er Aron á móti heiminum. Sem er að dífa bá. Ói, Snorlax í vondumálum en næri rétt svo að koma sér í burtu. Þetta var mjög close. Krissi komið bara að, spurning hvort hann hendi í það. Nei, hann er tekinn út af fútar. Og Stíl með pikka og runga. Við erum komin upp í Dordingur með 2k, Otis og Snors og þeir komin upp í 97, 98, 99, 100%. Og Böðlar ná punkt nr. 2 með 2 mínútur og 70 sekundur eftir í Gleðibankunum. Gleðibankin. Tímbankin. Já, spurning hvað Atgerar gerir í þessu. Böðlar með 2 mínútur og 17 sekundur. Gleðibankunum. Eins og Steini segir það. Hvað gera Atgerar það? Núna, ég ætla að búast við því að Atgerar ætla að koma með eitthvað svipa rotation. Það ætla örugglega að taka hérna alveg hægri leiðina og kannski upp á highgroundi í leiðinni. Já, það er Avi á Sarju, Rungi á Ræn, Krissi á Föru, Aron á Symmetru, Snors á Bapp og Otis á Mercy. Þannig að Farmercy, TP, já, rætt. Window, slam, graf, á allir pakkin. Og yfir í böðlum þá erum við með Stíl á Monkey, Elmeister og Serja, Snorlax og Tracer, Dordingull með Kree, Númling á Ana og Fútark á Sen. Double Bubble á Defend. Sjáum hérna Fútark og Númling að passa upp okkur annan, spila hérna saman á hægrundinu. Snorlax ætlar að koma með eitthvað klikkað play í backlineinu hjá... Otis skiptir yfir í... Já, Lucio og Krissi yfir með Kree. Snorlax byrjar að killa aðeins í backlineinu þannig að þau eru að snúa sig við. Sjáum hann að teleport hjá Atgerum. Já, hægrandi. Það þurfa að hreyfa sig svolítið saman, hefur viljað ná einhverju góðu rotationi. Fútark og Númlingar eru fljótir að láta sig hverfa og koma sér í safe position. Krissi að reyna að íkla Snorlax. Það er hann samt ekki. Sjáum hann að annan teleporter hjá Atgerum. Það hitt hvað er þetta? Bakvið. Snorlax tekur út Krissa en Avi fljótur að svara með að pikka Fútark og Rungi tekur út Númling. Þannig að Böðlar er ekki með nein heals. Finnum hvort að Atgerar reyna að koma sér hratt inn á punkt. Sjáum hvernig Böðlar stabilisir sig í þessari stöðu með enga healers og allir á leiðinni. Ínu Stíl ætla að koma að hoppa punktinn.
Já, með búffi með sér. Ekki nær Snorlax. Mæpar á fæðistræki, sko. Ekki anti-aður, rosalega lár. Böðlan á ekki að stabilize að taka punktinn. En Orknir núna, fyrir aftan. já, núna eru þeir í svolítið miklu vesinni í böðlum þar sem þeir voru svolítið pikkar svolítið seint og þurfti að resetta en þeir eru samt með fljótt respawn. Ó, huge teleporter! Risalegt. Yfir á brúna! Sæl. En sjáum hérna hvað Adger að gera en Steel með pikk á runga á Aron og Snorlax á runga en Chris með pikk á númling á móti og Afi er bara hent út á mappinu. Já. Bara volra þetta tilbaka. Sjáum hérna Snorlax er að fela sig, reyna að komast eitthvað í baklæni, kannski að reyna að pikka einn eða tvo, eða kannski eitthvað support. Þú verður það náttúrulega líka bara huge information að vera svona í bakinu og geta séð hvert enemy liðið er að fara. Algjörlega. En þeir eru með 3 ultis í Adgerum með Slam, Deadeye og Window Beat, en við sjáum hérna að þetta hjá Krissa. Nær númling. Við erum samt ekki með ræn, þannig að spurning hvort þau fara inn. Stýr hoppar á þá. Það var kýtlað á hana. Sjáum hérna fótum bara hjá Aroni, það er alltaf ekki að Vindan fer. huge pick hjá Snorlax með 2k pulsbombinu. Það var samt áhugaverður fótumbarir hjá Aroni að svona leit út eins og þeir væri að fara að dedicata í pussi þótt þeir væri ekki með rænin. Það spurning hvort þau bara vildu ekki vera að pikka þér af eða eitthvað hannig. Já, hann er að fara að skipta. Já, hann yfir í Tracer. Arnokmenni voru Tracer, það er greinlega að fara í baki að þeim. Já. Í 1v1 við Snorlax er svolítið tæpur health nær health packinu. Og sjáum hérna Graf hjá El Maestro. Nær Afi. Nær Aroni. Þessi nær Steel. Og var það fullt með 2k, næst. Ekki bara swinging. Bakka. Adger er að eiga í svolítið miklum erfiðleikum við að pussa hana hægrandi. Þeir eru alltaf pikkar á óheppilegum tímum áður en tímfætti byrjar almennilega. Já, algjörlega. Og eru einhvern veginn ekki alveg að taka initiative á fætunum. Það er svona meira eins og að böðlarnir sé að leiða fætin. Eða þess að þeir byrja fætun oftast með últum eða pikkum. Sjáum við að Adger er alltaf bara að pussa main. Steel með Primal til þess að íta þeim út og Tortingur með High Noon. Sjáum við að Nano Monkey. High Noon, nær 2. 3. Og þetta push hjá Adger var eiginlega bara svolítið drepi við fæðingu. Adger er alltaf að reyna enn og aftur að fara hann á top right. Já, Afi breytir aftur í dífu. Það er kannski að reyna að borða Grafi hjá El Maestro. Já. Það er komin upp á high ground. El Maestro er svolítið cut off. Steel er fyrir aftur að kýla á. Það er ekki að borða Grafi hjá El Maestro. Máttu nú reyna. En Krissi með pick á Tortingull. Adger að eiga sjans. Með 3 pick. Hendur í solo setar á Footwork. Það er bara Snorlax er get down. En þeir eru bara að byrja að kappa núna. Þannig að það spynir hvort þeir ná að snerta. Það er ekki alveg að gerast og þeir ná punkt nr. 2 með 1 mínútu og 15 sekundur eftir í gleðibankunum. Ég vilað. Score 2-2. Initiating match. Gera þér þá?
Það er mínúta og 2 á gleðiböngunum. Þetta er svo skrítið að segja, sko. Gleðibankin maður. Já. Syngja lítið lag. Þetta er Afi á Dífu, Rungi á Ræn, Krissi á McCree, Aron á Mei. Það er Snorr, Vapp og Otti Solution. Það er meistrætt hérna. Líst vel á það. Vona Aron ætlar að taka útlaðastrættu á og leggja hérna upp við hægrándi beina tjókinu. Við viljum það bara þar inn. Allan er mjög gaman. Það er að taka böðla. Böðlana, taka böðlana. Bara með það ekkert. Já. Þannig sjáum við stíl á Horsey á Rísinu, El Maestro á Sigma, Snorlax á Ash, Dortigull á McCree, Númling á Bapp og Futark á Sen. En atgerðir eru að pussinu, alltaf taka hérna top left high ground. Bæði liðin búin að taka út Immortality Field hjá okkur öðrum, þannig að það er komið á cooldown, ekki mikið hægt að gera því. Ætlar Aron þarf að ná góðum wall, loka á eitthvað, ná hérna stíl. Þurfa að vera fljótir að færa á hann og drepa hann, taka hann út úr umferð. Ná stíl. Það neyðist pínu böðlar að bakka pínu og reyna pínu að stabilisa. Komið sér í stöður og færi sér inn saman sem 5. Krissi með pikk á Dortigull. Almæstrá. Bara Snorlax eftir. Nei, Stíl kemur eins og ból, nær ekki að toucha, er rétt svo stoppaður í lokin. Það nær Og Aron hendi sér út af mappinu. Það var mjög vel spilað á atgerum. Og þá eru 30 sekundur eftir í gleðibankanum fyrir Andger að pusha inn á sindum punkt. Það er rosalega lítill tími og setur rosalega mikið stress í attacking liðið. En þeir eru með Hænún og Bappvindó. Líka mjög close í eiginlega bara öll öllin. Sjáum við að Vindó hjá Böðlum og Andgerum og Bob er hentur inn í mitt liðið. Þeir eru að vera fljóta að taka hann út. Nota Hænún til að taka hann af. Sjáum við að Flux. Otti sem tekir í miðju beat. Nei, Rungi, það er ekki toucha. Snorlax með 3k, nei 4k. Hýlir. Snorlax á hitscan. Stórhættulegur. Þá er það böðlarnir sem gera árás. Mér líkaði mjög vel við þetta May-pick hjá atgerum. Mjög góðu vekkir frá Maroni. Minnum að því. Já, hann náði akkurat að loka á Báða tankana. báða tankana og tók byrjun. það út. Finnist. Ég ætla að gera bara mamma. Ætli pikk. Ég bara byrja á böðlanum meðan. Nei, hefði komið. Ok. Þetta er allan að Afi á Dífu, Rungi á Ræn, Aron á Mei, Nors á Bapp og Ottis á Lucian. Og yfir í böðlum þá taka er Double Shield með Rísur og Ræn. Snorlax á Symmetru, Dortigull á McCree, Númling á Ana og Futark á Bappinu. Bapp. Það verðist vera að Atger ætla bara að taka fyrir eitthvað venjulegt hold, ætla ekki vera að holda neitt mjög aftalega, ætla bara að reyna að bróla og bilda kannski shatter fyrir eitthvað hratt. En böðlarnir ætla að taka TV-strat á double shieldinu. Hver á punkt? Stíl og Dortigull eru skilnir eftir að ná teleportunum í endan. Það eru komnir á punktinu, engin picks komin inn. Báðar lampandi komnir út. Nú er rosalega mikilvægt að sé gott target calling og menn að fókusa sama mannin. Snorlax nærun Krissa. Þetta er 5-6. Það er mæstra nærunga líka. Nú snert. Þetta er hesturinn. Já. Galið. Hún tekur þetta. Með 2k með þessa.
og ætla að teleporta bara hratt á vinstri hliðina og spyrja hvort þið séu nú fljótur að koma sér inn á punkt, byrja að kappa og sendi henni út fótobarrier. Bæði liðin bara bróla og sem hennar Nano og El Maestro. Rungi fær sjattir að næri ekki að nota, deyr í lokin. Já! Snorlax með 2K, El Maestro með 2K, Futaf á pick og Avi og böðlar taka sigurinn, taka umspilið, eða þessa viðuregn afsengið, taka viðuregnina. Það var ekki lengi gert. Sjá mín að play of the game hjá Snorlax. Það var rosalega gott. Það var Snorlax að dæna með þetta. Rosalega stort. Djúðlega hann hættilegur. Þá ætlum við að fá einhvern í viðtal. Ok, við fáum hérna statement frá atgerum að það voru greinilega allir molding og það ætlar enginn að koma í viðtal. Þá tökum við bara eitt stutt þarna viðtal við hann El Maestro í bölvun og skulum aðeins heyra í honum hljóði hvernig stemmarinn er og hvað var svona hugsunin í kannski í leikinum hjá þeim. Þannig er hann, við skulum draga hann til okkar. Ég get ekki múið hann til okkar, þannig við fyrir til hans. Já. Vertu sæll og heill El Maestro. Já, sæll, blessaður. Hvernig er stemmarinn í liðinu eftir þennan leik? Já, bara mjög góð stemming sko, við erum bara léttir á því sko. Já. Þú sást. Já. Það var Svona, vorum að taka þessu mjög alvarlega í byrjun og síðan svona slökum við aðeins á í Hanamura. En Kom það ykkur á óvart að þér ákveða að pikka Hanamura í atgerum? reyndar vorum við ekkert búin að pæla í því sko, bara 0. Við bara svona, nei, eða þú veit ekki. Hvað önnur, þú veist, það eru bara 3 TCP maps í leiknum, Anubis, Hanamura og Volskaya, svo það er nú ekki mikið að veljum, en... Nei, en Volskaya er svona rosalega heitt á leikmunum, eða svona allavega, maður hefði svo sem haldið að Rungi hefði viljað Volskaya. Ég held nú, mér finnst eiginlega eins og Anubis sé oftast eitthvað vinsælast hjá flestum. Já, það er líka rosalega heitt. Það er svona rosalega mikið tísku hjá leikmunum. Já, þetta var bara skemmtilegur leikur, Atgeir spilu frekar vel í dag. Við vorum svona bestur á Nepal fannst mér í dag. Við rushið ágætlega, komum okkur aðeins á óvart. Hvernig var það, unnið ekki fyrsta mappið á hana inni mappinu í Nepal? Nei, fyrsta teamfightið. Jú, mér minnir það. En hvað var samt svona... Þetta þeir náðu nú alveg nokkrum punktum og alveg nokkrum teamfight. Hvað var það sem þú myndir halda hefði verið svona hrjá ykkur mest sem hefði kannski hjálpað ykkur í þessum teamfightum? Hrjá ykkur mest, sko. Að gera betur, að gera öðruvísi? Það er nú þannig að control mappið er lélegast í okkur en við vorum mjög ánægðir fyrir við unnum það, kom okkur óvart. Já. Unnum, en það kom okkur eiginlega mest óvart. Þeir spiluðu Hollywood sem við vorum eiginlega ekki búist við. Já. Og meira sann að full kláraði það. Það var Hollywood og pínu tæft sko, við vorum pínu. En ég veit ekki, þá náðum við bara í trausta spam-kompið sko, double shit, það klikkar ekki, stíl og vissu. Já, senn og eitthvað vesen með því. Já, það hendur okkur vel sko. Hvernig... Nei, ok, ég held á hann. Ég ætlaði nú bara að spyrja, hvernig fór það í ykkur þegar þeir náðu sín nænunu á Hollywoodinu? Eða svo sett hann að backupinu? Stíl byrjaði að öskra bara sína hæn og við bara snýrum okkur allir við og panikuðum en við náðum ekki að snert. Nei, þetta var miskilningur. Við heldum að hann var Tracer var dáinn en hann var það ekki, svo Niki, sko. Gerist eru bestu menn. Já, algjörlega. En ég er alltaf með svona 2 spurningar í huga hjá mér áður en ég hætti að tala allavega í bili. Hver myndið þú nefna svona MVP í Atgeirum? Sko, ég vil ekki vera leiðilegur en mér fannst eins og
þeir voru ekkert að eiga rosalega góðan dag sko. Já. Ég er alltaf hræddastur við Krissa sko, hann á sín moment, hann fór á nokkur flönk í dag. Já. Afi er líka mjög sterkur, en ég myndi segja, já, Krissi var örugglega bestur í dag, hann náði nokkrum. Bara standa sig vel á mikrínum. Já. Hann púlaði líka út föruna. Já. Ekki alveg mjög oft séð hjá honum. Nei. En svona hjá ykkur, hver fannst þér að vera svona lykil leikmaður hjá ykkur í dag? Sko, öllum finnst mjög skemmtilegt að hype upp supportan okkar á Dotta, en ég verð að gefa Steel smáast. Hann er með nógu stórt ego fyrir, en Steel karriðar okkar svolítið mikið á Monkey, sko. Bara ef að tala jungle-in hans, þau eru mjög góð. Já, Það eru mjög góð. eins og Steini sagði, með Primals á, hvað sagðir þau? Á færibandi? Færibandi, Það er þarna bara var. Primal eftir Primal á Hollywood, sko. En já, ég er svo sem ekki með neitt meira. Guri, er eitthvað sem þú vilt spyrja? Ég er nú bara góð, sko. Heyrðu, en þú, El Maestro? Já, ég vil bara þakka atgerðum fyrir leikinn, það var bara góður leikur. Þakka til að sjá það vonandi í playoffs. Æði. Já, þá viljum við bara þakka kærlega fyrir komin í viðtal og bara takk kærlega fyrir leikinn í dag. Já, GG's, takk fyrir kastið, mjög gott örugglega. Við ætlum að hlusta á það núna. Og pressa. Takk sömuleiðis. Takk. En já, þá fer þetta svona að verða komið hjá okkur. Það eru nokkru hlutir sem við viljum minna á. Það er náttúrulega bæði community night alla laugardaga klukkan 8 eða svona eftir leikina sem eru á laugadögum. Svo viljum við líka minna á Tröll vs Seli klukkan 8:30 í kvöld á Overwatch Ísland. Það verður æsi spennandi leikur, bæði liðin eru gríðarlega sterk og ég hafa verið að standa sig mjög vel í þessari keppni, búin að vera að koma mjög sterk. Já, ok, heyrðu, við ætlum síðan að fá Krissa til okkar í viðtal. Spurning hvort að maður mannana geti dreigja hann hérna upp til okkar. Vertu velkomin Krissi. Sæll og blessaður. Hvernig eru þið svona eftir leikinn? Smá eitthvað í mönnum og margir sem fóru bara, ég veit ekki alveg. Já, Það er eftir að vita, ég er ekki viss hver vildi koma í viðtal. Ég tók bara á mig. Það tekur þetta kassan. En já, það er nú svo sem alveg skiljanlegt sko, það er alveg skiljanlegt, það er leiðilegt að tapa en þetta er svo sem líka bara rosalega mikill lærdómur að þú veist að geta farið í gegnum þessa leiki og sérstaklega líka við akkurat Böðla. Það eru rosalega sterkt lið og eru náttúrulega bara landsliði skiljur þannig að þetta er rosalega gott um þess að taka í votreview og svona. En hvað svona það sem þú varst nú að keppa, er eitthvað svona kannski eitt sem að þú gætir svona nefnt sem þér fannst hefði mátt ganga betur eða þú veist hefði kannski mátt fara öðruvísi? Við vorum alveg mikið að gera klaufa mistök sem að við erum ekki vanir að gera og bara allir frekar stressaðir og svona smá communication vandamál hjá okkur sko. Já, ég skilji, það er náttúrulega Hlusta og alls konar ákvæmt Þetta náttúrulega bara hafi verið svona slæmur dagur eins og gerist sko. En þrátt fyrir tapið, hver fannst þér svona standa sig best í ykkar liði og kannski í Böðlum líka ef þú þyrftir að velja einn úr hvoru liði? Sko Ottes var mjög góður á Nepal, hann var alveg að gefa honum það sko. Hann er nýbyrjaður eiginlega að spila Lucio út af þessu rush. Já, rosalega góður. Ég myndi segja hann var mjög góður sko, með að við. Já. Og í Böðlum, þú veist, þetta er bara, þeir spila svo vel saman, rotata svo vel saman. Þetta er svo erfitt sko, þú veist, þetta er bara svo, já, ég veit ekki. Snorri var frekar góður, líka Dortíkull var góður í að svona klötsa, þannig að, ég veit ekki alveg sko. Bara allir í Böðlum basically. Já. Basically. En það sem þú ert nú alveg að spila svolítið hátt í ladder og ert að keppa alveg háu stigi í Overwatch-deildinni ef þú þurftir að gefa eitt tip, eitt ráð til þeirra sem eru að horfa akkurat núna á Overwatch Ísland Twitch-channelinu, hvað væri það ráð?
Bara eitthvað eitt, þú veist, bara, þú veist, positioning eða, þú veist. Bara, ég mæli virkilega með að horfa á þessa, þú veist, góðu GM-ana í Overwatch, horfa á, þú veist, hvernig þeir spila leikinn, þú lærir svo mikið á því að horfa bara á pros spila, sko. Mæli með því. Og líka bara að spila mikið, þú bætir alltaf, bætir rólega, sko. Algjörlega. En ég er svo sem ekki með neitt meira frá mér. Er eitthvað sem þú hefur að segja, Guri? Bara vel spilað. Magnað. Æði. Heyrðu, en þú, Krissi? Er eitthvað sem þú vilt koma frá þér svona sérstaklega? Nei, ekki sérstakt. Ekki sérstaklega, nema, já. Heyrðu, þá viljum við bara þakka þér kærlega fyrir komuna í viðtal og bara takk kærlega fyrir leikinn. Það var mjög gaman að fylgjast með. Og Takk fyrir að kasta líka. Já, minnstamál. Og gangi ykkur sem allra best í uppkomandi leikjum. En já, þá eru öll viðtölin komin og við þurfum bara að fara að segja það gott í bili. Ég vil reyndar minna á eitt. Já. Það er leikur á morgun. Það er Musteri vs. Kartöflur. Ég og Meiseli fara með kartöflur. Já. Allir að fylgjast með. Já, svona on Það that. must, sko. Must. Já, mættur. Mættur. En já, bara svona on that note. Við erum alltaf að sína leiki á 50dögum, föstudögum og laugardögum. Alltaf á laugardögum og föstudögum og stundum á 50dögum. Þannig bara, og svo erum við líka með Facebook síðu sem fólk getur fylgst með. Það heitir bara Overwatch Ísland, er það ekki? Nei, Ísland. Overwatch Ísland. Almenni byggarinn. Annara. Og það er hægt að fylgjast með því þar. En við ætlum að sína eitt highlight myndband og svo munum við bara enda þetta. Þannig bara takk kærlega fyrir okkur, fyrir að fylgjast með okkur og leiknum í dag og hafið það gott. Já, og líka eitt. Ég heiti Þorsteinn Torlasís, a.k.a. Steinuris og með mér í dag var engin önnur en Guri Arnarsdóttir eða á Wi-Fi. bara takk kærlega fyrir okkur.